Hérna skrokkurinn sem við erum að vinna að og hérna teknikinn og það sem við þurfum að gera næst í rauninni að líma saman skrokkinn hérna á endan og byggja síðan yfir hann. En það ýmislegt sem þarf að fara inn í skrokkinn og við skulum skoða það núna. Það fyrsta náttúrulega mótor og við ætlum ekki að vera með svona sprengihreyfil eins og þetta, við ætlum að vera með þennan rafmagnsmótor hérna. Hann þarf að koma hér og hann greinilega þó nokkuð mikið styttri heldur en bensínmótorinn sem hérna. Þannig að við þurfum að færa hann fram 25 mm. Síðan þurfum við að setja hér fyrir aftan 2 hluti. Það annars vegar þetta hér sem hraðastillirinn. Hann tengist hérna við mótorinn og þess vegna þurfum við að gera gat á eldvegginn til þess að geta tengt þetta saman. Síðan þurfum við að festa þetta hérna upp á einhvern hátt. Það á þessum sem ég hef notað áður, þá hérna franskur rennilás og við getum hugsanlega að nota það. Síðan kemur rafhlaða. Hún getur farið inn hérna þar sem op, kortið og hingað inn og setið hér alveg ágætlega. Þá spurning með þetta gólf hérna sem fyrir tankinn. Ef við getum komið batteríinu undir þetta gólf og haft hraðastellinn fyrir ofan það, þá erum við alveg í mjög góðum málum. Það eina sem gæti hugsanlega skemmt eitthvað fyrir okkur hérna boltar og rær fyrir hjólastellið, en við komum að því bara þegar þar kemur. Ég hugsa að ég setji þetta gólf einhver staðar hérna, en ekki alveg svona neðarlega. Það þarf ekki rosalega mikið pláss þessi hraðastillir og ekkert mál að tróða honum hér inn í undir og hafa sem sagt gólf sem hann getur þá setið á. Hann fer þá ekki neitt. Batteríið hefur þá nóg pláss. Síðan hérna fyrir aftan kæmi radíóið. Það að segja, við þurfum að setja móttakara og hérna ég með lítinn. Hann kæmi hérna á þessum stað, gæti verið hér til dæmis hér undir og þessi loftnet stæði þá einhver staðar út úr hérna og síðan þarf ég að setja 2 servó eða stýrivélar og eins og maður sér á teikningunni þá hefur tækninni fleygt fram alveg rosalega því að þetta servó sem 9 gramma servó alveg gjörsamlega helmingi minna heldur en það sem teiknað hérna. Þannig að það alveg feikin og pláss fyrir 2 svona servó. Og hérna annað. Þau hafa bæði verið í notkun áður. Það engin ástæða til þess að vera að kaupa allt nýtt ef maður á. Og ég get sett þau hér hlið við hlið. Til þess að gera það, þá nota ég bara svona 2 kubba. Og ég set þá í bara núna á eftir. En til þess að koma hreyfingu stýrivélina yfir á stýrin, þá þurfum við svona stýrikapal. Þetta heitir Sullivan og með svona stýrikapli fylgja svona aukahlutir. Það eru 2 af hverju í pakkanum, en við þurfum ekki nema annan. En svo 4 sett hérna, þannig að við getum alveg notað þessi 4 sett í stýrikapalinn og verið alveg fullkomlega uppsett með það. Það líklega ekkert annað sem fer hér inn í skrokkinn, en þetta náttúrulega alveg hellingur, þannig að
Við skulum athuga með að setja þetta í skrokkin. Hérna er ég búinn að setja annan bitan inn í en ekki festan. Ég setti afskurðana hérna á bakvið svo að bitin gæti setið rétt og ég let hann fara 30 mm inn í skrokkinu. Engin ástæða til þess að vera að fara með þetta mjög djúpt. Þá hefur maður góðan aðgang að þessu. Nú ætla ég að líma þennan bita vel í. Og það ger ég bara með svona þunnu lími. Þetta rennur á bakvið og festir þennan bita alveg ágætlega. Svona. Til að staðsetja hina festinguna þá set ég bara servóin á. Þetta sitja hérna. Set þessa festingu upp að. Þá er komið bil og svo mæli ég bara hérna 30 mm báðum megin. Þá get ég límt þetta. Þegar maður skoðar teikningarnar vandlega, og ég var að því núna því ég ætla að setja hérna gólf, þá sér maður að hérna bak við eldvegginn eru trekantlistar. Svona eitthvað. Og ef hann sýnir það á teikningunni, þá er eins gott að setja það líka í módelið. Svo að ég ætla að líma það í með trélími bara. Til að halda gólfinu á sínum stað, fyrir hraðastillinn, þá er ég búinn að líma 5x5 mm balsa hérna innan í hliðarnar og svo læt ég þetta setjast bara ofan á og lími það fast.
Hérna aftan til á skrokknum kemur spýta sem liggur svona. Ég ætla bara að stilla henni hérna af og nota klemmur. Og svo nota ég þunnt CA-lím til þess að setja smá dropa sitthvoru megin við hana. Svona. Svo kemur þverband hérna yfir. Það síðasta sem við ætlum að líma núna er gólfið hérna í flugstjórnarkleifanum, þar sem að flugmaðurinn situr. Og það er bara 30 mm plata sem við fittum niður hérna á milli. Svona.